Sigurbjörn Eðarsson, þú ert mikið stuðningsmaður Þór Káa-liðsins og hefur verið undanfarin ár. Hefurðu spáð eitthvað í hvernig deildin muni spilast í sumar í Pepsi-deild kvenna? Já, svona aðeins velti þessu fyrir sér, en mér finnst Þór Káa-liðið allavega svolítið spurningamerki í dag. Það hefur gengið svona misjafnlega í vor, en við hefum alltaf eftir að fá liðstig frá Bandaríkjunum, 3 nýja stelpur sem ég vona bara að slá í gegn, og þannig að við verðum með í efri hlutanum. Viltu spá þeim einhverju ákveðnu sæti? 4. sæti. Hvaða lið heldur, hvað sýnist þig? Hverju heldur að standa uppi sem Íslandsmeistari í Pepsi-deild kvenna? Það verður, ég býst við Stjörnunni mjög sterkri og sjálfsögðu Val líka, þannig að ég býst við þetta standa á milli þeirra tveggja. En einhvern lið sem eigi eftir að koma óvart í Pepsi-deild kvenna? Ég hef einhvern veginn trú að Afturelding geti komið og gert eitthvað. Þar er náttúrulega með hana Eva Hafdísi sem lánið frá okkur, hún eigi kannski eftir að koma þeim á hærra plan núna. Já, ég vona bara að hún fá að spila mikið, og því að hún hefur áttið leiðinda meiðslastríð í mörg ár, og þannig að hún er komin á, vonandi búin að ná sér að þeim og kemur bara sterk tilbaka. Takk fyrir. Ekkert mál. Palli Magg, gamall reynslubolti dómari. Palli, ætlarðu á völlinn í sumar? Já, að sjálfsögðu förum við á völlinn í sumar, því að nú þarf að taka saman höndum og vinna sér aftur sæti í úrvalsdeildinni, ekki spurning. Já, þannig að þú komst í beinti efninu með strákana. Áttu vonaði að lið okkar eigi eftir að gera tilkall til þess að fara upp í Pepsi-deild aftur í haust? Já, mér finnst við svona vera með það góðan stíganda núna hjá okkur, og það er breiður hópur, þannig ég hef trúað í að við verðum mjög nálægt í, og ég held að við hljótum að vera upp. Hverjir sigra deildina? Ertu til að spá því hvort það veri okkar menn eða einhver aðrir? Ég hugsa að við sigrum deildina, við stefnum að því. Hvort að verða við sem erum í öðru sæti og förum upp, það getur svo sem ósköpul enda með því, en við sigrum deildina. Þú bjassið Palli, og það er gott að heyra, en hvaða lið heldur að eigi eftir að koma óvart í sumar í fyrstdeildinni? Það er nú ekki gott að segja um það. Ég myndi kannski bara bregða mér í þá frá Bolungarvík eða BÍ Bolungarvík, að þeir myndu koma svo óvart vegna þess að þeir eru lausir við þennan þjálfara sem þeir voru með og eru niður á jörðin, og þá segir menn, já, þeir koma óvart og þeir kannski fara ekkert mjög langt í deildinni. En hin liðin eru nú öll svona mjög svipuð, og það er ekki svo gott að gera sér grein fyrir því. Selfoss og Hafnarfjarðar og svo áfram, þannig að það er ekki gott að gera sér grein fyrir því. Palli, ef við snúum okkur að kvennaliðinu Þór Káa, hvernig sýnist þér landið líka þar? Kvennaliðið er nú í svona svolítið lægð núna eins og er, en ég held að við erum með það, stelpunir eru komna með þá mikla reynslu, að ég held að þegar liðið er komið saman allt sem að verður hjá okkur í sumar, þá hef ég trú á því að þær verði svona eitt af 3 efstu liðunum í kvennadeildinni. Hver heldur að standa uppi sem sigur í deildinni? Hverjir hampa eftir sótta titlinum í haust? Ég veit ekki, það væri kannski gaman ef að Breiðablik gerði það, vegna þess að þjálfarinn kom frá okkur. Og þeir eru með náttúrulega Rakel Hönnudóttir líka? Já, þeir eru með hana, og ég held að það sé mjög gott fyrir hana, því að mér fannst hún ekki finna sig nógu vel síðastliðið sumar hérna hjá okkur. Palli, verður eitthvað lið í Pepsi-deild kvenna sem kemur meira óvart en annað í sumar?
Nei, ég held ekki þetta. Það svona spurning. Stjarnan náttúrulega sko heldur hún sínu. Hún fór í rauninni ótrúlega langt síðastliðið sumar og það virtist vera mjög svona vel stendur hópur sem að þar var á ferðinni. Þjálfarinn mjög jákvæður og já, mér fannst hann ná tölvert og þegar þeir léku hér við okkur að þá fannst mér hann standa sig betur sem þjálfari heldur en okkar þjálfari þó að ég hefi fulla virðingu fyrir Hlyni. Palli, ég heyra þið hlakka til sumarsins. Það ekki spurning og veðrið sem við erum að bjóða upp á núna það, eða verður svona þá verðum við ekki vandræði með að taka liðin og vaska þau hérna á vellinum og fara upp með glans. Sólargeislarnir eiga eftir að baða Þórshöllin hér í allt sumar og leika við okkur. Já, svo bara að vera jákvæður og trúa því að maður geti þetta og hafa þolinmæði til þess að ná þeim árangri sem til þarf. Palli, takk kærlega fyrir. Já, sömuleiðis takk.